Hjammi.net þriðjudags háti með mér í jakka eins og ég, Sindri, mættur að sjálfsögðu byrjandi leikmaður Þróttar og KR og fleiri góðra liða. Mækari, þú spilar aldrei meistaraflokki KR, náðu því aldrei? Ekki í Íslandsmótunni. Nei, en átt nokkra leiki með hinum og þessum. Í meistaraflokki? Já, Fylki. Já. En séðan ótrúlega ég ekki leik með KR því að ég var svona 500 leiki með KR frá 7. flokk niður upp í meistaraflokk. Þetta var svolítið á þessum tíma voru menn ekkert og ég var að æfa með meistaraflokk. Já, menn voru ekkert að nota yngri leikmennar á þessum tíma. Nei, ef ég hef verið núna í Óskari að þá og kannski hlustað á það að taka fótboltan alvarlega heldur en barinn að þá væri ég að spila með KR núna. Ég væri 19 ára í dag. Nei, spila með KR núna. Nei, ef ég væri 19 ára í dag hjá Óskari. En ekki 19 ára og Gauja Þórðar með einhverja 13 landsliðsmenn með mér. Mækarinn var að negla hann bara í skeitin hér og þar sko. Já, það er hans samt. Nei. Það er ekki til eitt staðfest. Ég mætti mér þess að sko þegar hann var ennþá playing coach hjá sko Núma eða eitthvað fjandinn. Hann mætti eitthvað í láni frá Þrótti eða eitthvað. Okay. Og Mækarinn var langt bestur hann. Já, það. Og þjálfa. Já, ég var enda fínn í fótbolta. Mjög góður. En ég fer með það í gröfin að ekki spila það í KR en hver veit nema ef að við verðum orðið Íslandsmeistar og einu fyrir eftir að maður tæki símtali á gamla vinn sinn, æsku vinn Óskar Þorvaldsson Hvað fá að koma inn á í síðasta leik. Það gerði þetta náttúrulega Smári á Fylki. Já. Borgaði 50 skattir í sæti á móti Skagamönnum eitthvað lokaleik. Nei, Skallagrim. Ég fór ekki inn á. Nei, já, það varst þú sem fórst ekki inn á. Út af Smára. Svo var Balli Hallgríms. Hann var ekki í hóp. Út af þessu. Já, og hann var í fílu sem sagt skipti mig engu máli síðasti leikur, ég var að hella í mig þetta var á fösti og lungu búin að vinna þessa deild og kom eitthvað inn á eitthvað 20 mínútur eitthvað starf á móti Skallagrim í borgarni sem ég var eiginlega bara drullu saman sko. En maður Balli, og ég bara fyrsti maður sem held í mig í rútunni, en maður Balli var í fílu alla rútuferðina frá borgarnesi og upp í Árbæ aftur. Hann er fílubúki. Það má ekki gera grín á honum sko. Ég vann með honum. Hann datt út úr hópunum fyrir hennar Smára sko. Smári er sem sagt vinnur fjölskyldunar eða var. Býr út í Þýskalandi, flyttur bíla. En þetta hefur nú þótt frægsa og svolítið grín gert að Mike, en Balli hefur sloppið betur, en einnig í endi náttúrulega mest í sauðurinn í þessu Óli Þórðar sko. Að taka þetta og taka sig ekki sjálfan út sko. Að þið voru búin að vinna deildin. Hann byrjaði inn á að spila alla leikinn sko. Hann er auðvitað með eitthvað bónus. Let's go Veislan, hafi ekkit betra en að gera hann að byrja alla daga sem þáttum með ykkur miklu kóngum geitunum í leiknum, ég segi bara hjartans takki fyrir ykkur. Þetta er að sjálfsögðu Gunnar Lagsson. Okkar maður. Vildi bara óska Hjálmar og Albert Brynjani til hamingju með titilinn og Bjargi frá falli. Arsenal sé búin að taka titilinn. Já, en eigum ekki bara, róum okkur aðeins. Er ekki eitthvað eftir þessu? Jú, Arsenal er búin að vinna þetta titil núna. Þú er búin að vera að segja það svolítið? Já, ég bara byrja ekkert að fylgjast með þessi gær og ég veit bara hvernig þetta virkar og það bara þannig að ég sá bara prógrami á City og prógrami Arsenal og finnst þér unnu af það Newcastle. Ef þeir hefði mistið sig í þeim leik, þá hefði City átt möguleika. En finnst þér unnu það? En heldur að West Ham geti ekki komað á sunnudaginn og náði jafntefli? Nei. Jú, ég held það. Nei. En þótt er að gera það. Ég vil bara ná jafntefli mestarleik. En þótt er að gera það, að þá bara tapar City stigum ekki Nei, City klárar restina. Ég held það líka. Þetta bara mesta spark í restina. Þeir klárar restina. Spurning bara hvort Arsenal Ég er ekki viss. Ég menn af hverju Arsenal ekki að vinna West Ham á sunnudaginn? Þeir eiga að vinna á, en við erum að vona að West Ham geti kannski bara mestarlega náði stig. Vitið hvað mikið boostið er fyrir Arsenal að sjá City gera jafntefli í gær. Eiður Gunnarsson segir West Ham með einhverju titilin fyrir Arsenal í 4. skipti. Náttúrulega hafa gert það þarna. Þú lítur að halda Arsenal í þessu leik. Já, hann er búin að leyfa West Nei, Ham málega, ég er búin að segja að ég vil jafntefli. Ég er til í það. Hann er til í það. Ég bara, þú getur alveg verið rólegur, West Ham er ekki að gera neitt. Ég held að sé nóg eftir að báða mentum á deildinni. Strákaði, byrjum á fyrsta leik. Hinum megin. Ég Sindri sett upp dagskrána fyrir þáttinn, ég var eiginlega hrósana fyrir það, þannig ég með dagskrána frá Sindræðina. Hjammin, sjáuð hann. Þetta er alvöru Hjammi. Þetta er alvöru Hjammi. 30. Já, við fórum svolítið hart inn núna. Já, ég er samt að skinsamur. Fyrst er Arsenal Madrid og annað hálfleikur, Atletico Madrid yfir 1,5 spjald. Þetta var ég. Þetta er verið að hugsa. Mjög líklegt. Já. Bayern München, PSG, Harry Kane skorar og Mikael Olise. Ég er bara með Olise, ég er bara alveg pottitur á hann skori, en hann kom með Harry Kane, hann hérna. Já, þeir eru með sig ykkur. Sindri, og málega það, hérna, ég var ákváka á ég þá að sleppa einu og segja, akkur getur ekki skora bóður. 2-3 bestu kannski sóknarmönnum í heiminum. Kane og Víti og Olise síðan utan teik. Og svo Konrad Leimer hann. Já, það er Keli. Keli á með það. Hann kelir ekki þættin. Nei. Hann var ekki eins og í byrjunleginu síðast. Hann verður í byrjunleginu núna. Já. Akkur?
Já, bara, hann var lélugur síðast Alaba. Já. Þetta fínt hjá mig. Hann selst alltaf upp þannig að Keli, ég segi bara 30 ára aldur sagði marga í þetta. Ekki láta Mike Black ykkur, hann búinn að skipta skoðun svona 8 sinnum á þessu tímabilið, fyrst Liverpool, svo Arsenal, svo City, svo United loks Arsenal. Nei, ég búinn að segja Arsenal vinni titil neila frá byrjun. Já, við þurfum að hafa 30 ára aldur sagði marga í þetta. Sko það ágætt að losna núna við Bollin alltaf klúraði helginni síðast. Shit, risastöðugt bet sko. Alveg sko. Plus 0,5 Vestam með töpuðu 3-0. Já. Það var ekki svona, maður var bara það mjög erfitt að treysta á bolla. Það er bara ekki hægt. Nei, það er ekki hægt. Svo er náttúrulega fínt núna, ég hugsa ég alveg, nú er þetta svona fullanustáttur. Alveg gaman að hafa krakkana stundum. Bolla og naflana, stundum líka bara gaman að voru út borða bara við fullanum vinni. Það getur bara viku. Það fari ekki alltaf á McDonald's. Já, fari ekki alltaf á McDonald's. Þetta Conrad Læmer, það er einhvern veginn eðilegur þetta bara fyrir mér, sko. Þú veist að því að það verður að búa til eitthvað og ég meina ef gæinn byrjar ekki þá er þetta bara, getur þetta eðilega segir, sko. Herri, Guðmundur Karlsson segir, vá hvað ég er alveg elska þessu auka þetta í okkur, takk hjá fyrir það, miklu meistarar, 100 € og Guðmund Karlsson 38,14. Þetta er hjá mig sér, þetta er þú með 2 pikk hjá mig. Ég er bara meitt. Hver er Atletico Madrid 2? Nei, hvað er þetta? Nei, annar hálfleikur Atletico Madrid yfir 1 hálfspjald. Og 1 hálfspjald í seinni hálfleik. Herðu, ok, þá förum við í næstrákar og það við ætlum að fara í Atletico, Arsenal Atletico. Við förum við hennar, þetta er þetta rosalegt, við erum að sína eitt hérna eftir svakalegt. Svo þú þurftur að fá sérstætt leyfi frá Epic til að fá að, við sjáum þetta eftir. Herðu, Arsenal Atletico Madrid, er þetta eitthvað skrítið? Er 5,66 á Atletico Madrid? Þetta er rosalegt. Þetta er ekki hári stöðull Arsenal, ég er alveg sammála því. Þetta er undanúrslit í meistaradeild og Arsenal einu sinni komist í úrslitaleikin. En eins og ég benti á hann að ég held bara, þú náttúrulega Sindri fattar það, en ég er búin að spila þetta á Íslandsmeistaranna, þú skilur kannski ekki þetta hjá mig, en þetta púst sem Arsenal færi í gær, við þetta jafntefli á City, þetta tók aðeim 20 kíló í viðbútt. Og ég bara, þú veist, þetta er ekki fara að hjálpa þeim í annari keppni í leik í kvöld, þetta bulli gæri City. Og ég held bara að Arsenal vinni þú. Nú er pressan einhvern veginn farin. Emmett, ég er bara ekki alveg sammála. Mér finnst Atletico Madrid bara svo sprækir og mér finnst þeir eitthvað svona fara ekki um endur í en lífda eitthvað með Simeone eða hann sé eitthvað svona þriðja tímabilinu eða skilur hvað hann búin að vera, 12 ára eða 13 ára eitthvað. Hann er í úrslitarinn 2014. Nei, ég held að það sé búin að vera í 16 eða 17. Já, 2014 er ekki fyrsta árið hans. Öruglega 17 ára. Ég held að vera kalendið það. Ég er svona þriðja sækú líka svona endur nýja liði, sko. Og þeir eru bara hrikalega góðir, sko. Þannig ég held að þeir skori pottet í kvöld, Atletico, en mér finnst smá jafnteflislykt að þessu. 1-1 og framlenging og eitthvað. Mér vant eitthvað Atletico, ég veit alveg runnu Barcelona en mér varst Barcelona á margi veikleikur, þeir runnu náttúrulega búin að slá 2 út í vetur, bæði bikarnum og meistaradeildinni í svona einví sem er mjög spes. Þeir eru langt frá í deildinni, mér finnst, ég veit ekki, ég er ekkert svo hrifinn á Atletico Madrid-liði, sko. Það er samt fram á við, þú veist, Lukman, Alvarez. Þeir eru með góða leikmenn fram á við, Griezmann orðið svolítið gamall. Sorlu spilar ekki neitt. Hann kemur. Hann spilar ekkert. Hann kemur eitthvað inn á kvöld. Þeir vinna og ekki á heimavelli. En þeir vinna reyndar Barcelona úti og tapa heima en ég er alveg sammála með þetta lágur stuðull og Arsenal 1.63, ég er ekkert að fara eitthvað að hoppa á hann, sko. Nei, einmitt. Strákar, ég ætla að henda Gabriel Pétursson, hann sendið hann að fallið skilabóð okkur rétt á hann undir farin, þannig að ég get ekki leysa upp en Gabriel Pétursson, 100 € hann, fallit varða. Sko, ef að menn eru tilbúinir í ykkur áhættur þá er hægt að áhasta mest á það að Atletico vinni í framlengingu eða vítu. Klárlega, bara vinni ef menn vilja fara eitthvað lottir. Þetta er galin stuðull, að því þetta eiga að vera í öflið. Já, sigur vera innvís 3.55 og svo að Atletico vinni í framlengingu eða vítu og eitthvað svolítið slítur að vera bara 15. Þessi fyrri leikur, það sem að fyrri hálfleikur er Arsenal, seinni hálfleikur er síðan Atletico Madrid. Og þetta var alveg svona, maður sálega, þetta var alveg, bæðilið gáti alveg tekið yfir leikinn. Og gögnin segja að það Atletico hafi verið betri ef við viljum pæli því í sendingum og skotum og XG og svoleið, sko. Þannig ég er svona en hvað er X2 ánuleik? Það er bara hátt. Það er bara svolítið hátt. Það er hérna 2.37. Ég finn eitthvað jafnteflislykt. Já, þetta eru mjög góða stuðlar. Ég vekk reynda betri í gær þegar ég setti X2 og Manchester City Everton og fór skellilegandi að sofa, sko. Þá fikk ég næst í 3 stuðl. En Atletico Madrid vítaspyrnukenni 14.
Já, ég meina, þú veist, það alveg klárt að Atletico Madrid vinni einvið besta bettið þarna út af því þú ert að horfa í stuðla ekki alltaf að segja frá treyjunni sem ég komið hjá mig Hörðu, kíkjum á hana Ég verða nú að hrósa Arsenal fyrir þennan lit hann fallegur, fylkisliturinn Já, og Rúnarsson aftan á þessi gegg Þið náðu að búa til eina flotta treyju og það var markmannstreyja Ég veit að það Lagargómurinn, Stefán Kongur 100 € á þig, hann búin að læsa sig inn á klostunni í miðri vinnu bara til að hlusta á okkur við erum að gefa mönnum gott fyrir það 100 € á hann Þetta eru góð rök, þegar menn komið góð rök fyrir eurónum, þá veist mér ekki vera að betla og tvöfaldaði kvöld Herðu, ok, hvað myndið þið setja á þetta? Ef þið ættu að gera bettbildir á þetta, gerðu þið bettbildir á þetta? Nei Ef þið ættu að gera það? Já, gera það bara Þú veist, hvað myndið þið setja á þetta? Mér veist Microsoft vissi í sinni sök, þannig að kannski fara að byrja Ég myndi byrja á því að fara yfir 3,5 spjald Ég ekki mikil spjaldakall og hjá mig búin að eða mikið fyrir mig þar en þetta verður alltaf spjaldalegur Þetta bara þannig leikur og svo hotnin verða alltaf yfir 6-5 eða 7-5 það gefið Það bara yfir 7-5 Já, það gefið Já, þá ertum við 1-8-2 Svo bara spurning hvort það komi mörg hvort sem að horfa í 1-0 eða 0-0 eða 1-1 eða hvernig það er eitt samt með spjöldin eða þú veist, bara östuð til það var eitt spjald í fyrirleiknum Þannig að ég á svona menn eru byrjað að gefa færri spjöld menn svolítið að passa sig Mér þetta bara mjög erfiður leikur Já, það er kannski alveg rétt Já, en ef þú farið spjöld í þessum leik þú ert ekki banni á næsta ári í meistardeildinni, það? Ég held að fara ekki banni í úrslitaleiknum Nei, einmitt Ég held ekki, hreinsast þau ekki upp Ég held að menn að koma bara 3 spjöld hjá Bayern München og PSG Já, menn passa sig frekar þar Núna ef það fara ekki með spjöldin í úrslitaleik þá ert ekki að passa þig Ég held að koma alltaf spjöldi inn á leik, einhver spjöld en mér finnst ekki gaman að veðja á þessi spjöld sko Gilsari 77, hann búin að setja þetta á stóra skjáin í álinu á kaffistofinni þannig að við erum á stóra skjánu núna í hátteginu Við erum að heilsa upp í álver eða sannlega er þetta álverið Gaman að sjá alltaf þar 100 € án, Gilsaran Hvað vil ég setja? Plus 1,5 Atletico Madrid? Já, ég held að það sem er snjált Plus 1,5 Atletico Madrid Já, ok Það er náttúrulega bara basically double Sindri, chance þú mátt komið þitt Í hvað, yfir hotspytu, 7,5 Ég held að þetta sé bara eitthvað svona Þetta er hrikalega erfiður leikur sko. Er þetta ekki fínt bara? Þetta er hrikalega erfiður leikur Ég vil ekki setja neina markaskora neitt svo leið sko. Nei Fá 2,63 Gott að fá svona mann sem er svona jarðbundin Þetta settið Það er náttúrulega alltaf öðru svo orka núna maður finnur alveg miklu meiri vitneskja núna Sáðu viðtalið þarna við Simeone Það er ekki bara bulla Það er ekki bulla bara eitthvað í lofti Sáðu viðtalið við Simeone Þeir töpuðu fyrir Arsenal hvað 3-0 eða 4-0 og þeir eru á öðru hóteli núna allir á Madrid og hann spurði mig akkur eru á öðru hóteli hann sagði bara ódýrara það er gott sko engi hjátrú ekki neitt Herra, ég á að vera í flugvél á leikinn ákvað að sleppa honum til að fylgjast með hjá mann vildi ekki missa af, segir Elvar Breki Svavarsson verður ekki henda 100 € hann Jó, 100% tekkaði síman hjá mig kemur að segja reitt já, hann er að senda út allt það er hjá maður fann strákar, höldum áfram förum í því miklu meistarar förum í þá, við erum svona bara afgreiða þennan leik svolítið, er það ekki? Þessi, það kemur eitt þetta með víti eða rautt í Arsenal Atletico Já, ég stálu að getur Já, það getur alveg gerst Það getur alveg gerst, já Víti eða rautt, einmitt Það er bara mjög líklegt Herði, ég er að fá eitthvað rosalega söngteksta lagan að senda hann hérna Þetta er Hjamafann 29 Arnór, hann er búin að senda hérna svakalega söngteksta Ég held ég verið að syngja hann á laugardaginn bara í næsta þætti Þetta er alveg söngteksti sko Er þetta eitthvað gervigreind að þvæla? Ég ætla eða? að þekkja hann og ég er ekki að blekja Þetta er alveg endalega söngteksti sko Hann kann þetta Ertu með víti og raut eða? Það finnur ekki Undir hver er það? Það var samt Hanna, raut og víti Já, þetta Hjá mig maður Rauðspjald eða vítaspinna 2.24 2.24 Nei Rauðspjald og vítaspinna 10.60 sko Er það ekki alveg líklegt? Já, og 10.60 Það er kannski út litað af því að vara vítaspinna í fyrirleiknum Ég bara kemst það missar einhver einbeitinguna einn í gegn, markmaðurinn fellir hann raut og viti 10.60, búm Þetta er ekki flókið sko Ég vann 12,12 stuðul helgin á Atletico, Arsenal, Barcelona hvernig finnst þér það? Sko ég get alveg sagt ykkur það ef við klárum einn leik, ef Arsenal er bara 2-0 yfir og 10-15 mínútur eftir eða eitthvað, þá munu þeir verða mjög pirraðar Atletico það er alveg á hreinu og þá er alveg líklegt rauðspjald og mér finnst Arsenal vera líklegt, þeir eru 1.63 og
Simóni, þeir verða mjög pirraðir. Það verður annað ef að þeir verða tönlegur. Arsenal eru svona mikið meira mömmustrákar, sko. Þeir eru ekkert að pirra sig eitthvað óalega mikið. Taka bara selfie eftir leik og reyna svo að vinna enska deildina, sko. Þá fara allir líka að tefja og svona og það er alveg spjöld í þessu líka. Já, og ég held að það geti alveg komið rautt í hennar leik. Strákar, höldum áfram, við verðum að halda áfram nóg framöndan því það er Bayern München PSG á morgun. Þetta er rosalegu leik. Sko, ég var gagnrýndur mikið fyrir bara það eitt að segja gæti verið þetta verið öndisleikur fyrir leikur. Ég var bara að segja það. Ég var ekki að segja hólkið á öndis. Þú sagði ekki hólki, en þú varst að deila staðfest og fórst inn í hausinn og fullt að liði sem ég þekki. Það er ekkit að, og það bara er bara að borða núðlu síðan, sko. En máli röng klukka rétt einu svona sólarhring. Nákvæmlega. Ef þú heldur áfram að segja þetta alltaf. Þá getur segja Ég sagði ykkur Sko, getum við fengið að sjá bara hann 1.70, 5.30, 3.97 3.97 á París Hældi PSG og tekið PSG og allir komandi sem er eiginlega ekkert og það er ekkert ómögulegt, þú komin yfir 20 stuðl Þetta eru bara 50-50 leikir báðir þannig, skiljið Já, mér finnst PSG þeir hafa komið, ég verð að viðurkenna það að þeir hafa komið hans svo óvart í meistaradeildinni. Þeir voru í leik 22,31 stuður til þessi tvö. Fann bara spenntur. Það er alltaf að taka það. En málið er bara að PSG, það hefur komið óvart að þeir voru á móti Chelsea eða ekki. Fyrst. 16 lega. Og mér fannst þeir bara að vera í svolítið svona bara 50-50 leiku Chelsea, sko. Síðan voru á móti Liverpool og Liverpool eru mun betri en PSG og skora í seinni leiknum og skora mark sem að hefðalegi geta verið dæmt gilt og það er að minka í 2-1 og í deildinni þeir eru ekki eins og ennþá bara að vinna deildina allt þetta lið og það er bara því Lens er búið að vera að klúðra núna annars væri PSG er svona toppnum þetta sísónu PSG er ekkert búið að vera sérstaklega gott miðað við hvað þeir eru með fyrir fram að sig Bayern aftur á móti stúta beisli öllum leikjum Er þrjúnum lautir, kenna 4-3 Já, og svona Þetta bara segja svona bumbubolta Löngu búin að vinna þýsku deildina sem er reyndar trúlega aðeins slakar en franska en bara á svipuðu leveli samt svipuðu leveli og mér bara einhvern veginn finnst Bayern vera með betra lið og komur með PSG rosalega góðir í síðasta leik en síðan varnarlega mjög slækir Já, þú sér það skora öllu skotunum sínum ég held bara Bayern vinni þennan leik Ég held það líka og ég held að myndu vinna fyrirleikin líka sko. Þeir eru sérfræðingarnir strákar, hvernig myndu raða bettbildur upp í þennan? Þið þekkið þetta allt Ég myndi segja að Bayern vinni þennan leik við erum náttúrulega báðið búin að setja á að þeir skori Olise og Kane en ef ekki setja Harry Kane skori við erum ekki setja báða því að Harry Kane skori reyla alltaf og þeir fá mjög mikið að vítum líka tekur vítin Bayern, Kane sko, hotspilluna klikku í síðasta leik og þessi Læmer guldspjald klikkaði líka það er ekki að fara að gleyma þessi Læmer kom on takk út gæja sem er bara Kjelisar komin inn í hausinn hvað demdi hann í nótið Læmer, hann er ekki í liðinu sko. og þótt að Sindri segi hinn var lélugur í síðasta leik þá var hann ekki þjálfari sko. það getur vel verið að vera ekki í liðinu heldur í kvöld sko aðeins býða með það Býðum með Konrad Læmer þannig að hvort það verið í liðinu sko. Július Sveit spinnar hjá mig hvernig þú að fara sína lit og byrja að mæti á Keflavík ég held að vera að byrja að mæti á Fylki og svo byrja á Keflavík sko. Herðu, Bayern München, Harry Kane ég gerði þau mistök að ég eðilega eitt seðil fyrir einhverjum daginn sem að ég setti hotspinnur og þá kom eitt $20 svekkjandi samt mun ekkert miklu eina eða tvær en það var samt alveg rétt að þetta eru þau eru það góðið hópaldi þau eru ekki á hótt en þeir koma 9 mörg þá eiga að koma 10 hótt það ætti að vera það ætti að vera bara endalaust boltinn menn auðvitað eru leikmennin að fara mikið tilbaka og svona þú veist þannig að sleppum hóttnálum og þetta eru mikið kantmennir í þessu liðum eru mikið að keyra inn völlin aftur sko skotmjöla það eru rosalega mikið skotið það getur verið eitthvað eina sem ég hef eiginlega bara ekki nóg mikla þekkingu til að vita hvað er meðaltal af skotum á mörk í leik sko. Í svona góðum liðum það bara 30, 35, 40 skot sko. Þú veist, Mbappé að skjóta kannski 5-7 sem í leik með Real Madrid Er þetta bara fjöldi skota í leiknum? Þetta er ekki á mark Þetta er bara skot Þeir eru að fara að skjóta Þetta er enda skemmtilegt Taktu bara 29 Þetta er bara negli í læri fyrir utan einhvern leikmann fyrir utan teik, sko, það er skot Er það ekki rétt? Hvað er yfir 29,5? Þetta hækkar ekki svo ég gerir mér ekki grein fyrir hvað er mörg skot í leik Ég var svolítið erfitt með þetta bett Mér finnst það hátt, 29,5 Þetta er bara 90 mínútur 35 skot í svona leik sko. Eru? Sko, mér finnst þetta skemmtilegt líka Bayern München to happen, ég er svolítið gaman að þessu En svo fyrir bara í mörkin, overgoals yfir 3,5 Já, það ekki, það myndi bara einfalt Já, ég held bara að verði mörk í þessu leik
Já, þú fært með 3 þarna. En helviti hækkar að lítið. Já. Djúvillig grassinn, það belt axlabönd og allir pakki núna. Herðu, húsasmíði Tæknú, sendi hlýja ströym á Hjamma. Takk fyrir það. Tæknú. En ég bjó, ef þú kemur kannski með segja lögt sem ég bjó til, ég bjó bara til bettbildur úr báðum leikjunum. Mér finnst þetta einhvern veginn þannig. Ég myndi frekar taka á bara saman í bettbildur. Þannig að þetta er mjög snið. SS6. Sko, við vorum sammálaðis á tjattinu, þessi góður. Þetta reynda með hodnin. Já, í bæ, er ég að gera mistök? Nei, ég held nefnilega að þetta verði öðruvísi leikur en var síðast. Það var svo skrítið, það var ekki komið hot bara mannstöð. Ég tók frekar hodnin í bæin leiknum heldur en í Arsenal. Mér finnst þessi skynsamur. Kannski hefði ég átt að færa það. Já. Það mun annarlið þurfa að skora einhvern veginn og þá fáður oft 3-4 hodnir og svona, þú veist. Ég hef ekki ágjörð þessu. K.R. fekk 6 hotn á 84 sekundum á FH einnum dag. Já, nokkulega. Við höldum áfram að gefa efra eftir smá stundur í róleið, við erum alltaf að vinna. Mér finnst þessi ágætur sko, Bayern München, Arsenal, en skemmtilegt að vinna sem hjá minnur unnið, alltaf ekki verið, það var gaman að vinna í vinnleikskólanum, það var skemmtilegt, en það var alltaf gaman að selja bílana. Ekki með okkur hérna. En svo er þetta. En þú kallar þetta náttúrulega ekki vinn. Þetta er ekki vinn, þetta er bara góð að vera fjölnir. Halda veðmálin áfram inn í framlengingu? Nei. Þetta er 90 myndir. Alltaf 90. Nema sér kemur bara overtime included. Þetta er alltaf 90 myndir bett. Ok. Já, þess eru 90 myndir. Það getur komið eitthvað bett Bayern München to win með vítakefni overtime, en þetta er bara 90 myndir. Það er bara í körfubolta sem að framlengingin telur. Dullis, já það er bara í körfubolta. Það er svolítið gott þegar fyrir framlengingu að þá getur maður fengið allt upp. Já, það getur líka verið ömulegt þegar maður er kannski með plus 4,5 á annar lið og svo jafna lið restina. Það var vel eftir báðar áttir, sko. Erðu, ef að sjá aðeins östuðstrákar, maður fá að sjá bara upp á grínu út, ég var gagnrundur síðast. Náttúrulega bara sjá Önders 3,5 á Bayern München og það er náttúrulega líklega og Atletico náttúrulega bara sjá það verða aðeins læstari leikir setjuleikinir. Nei, 3-5. Þetta er náttúrulega rosalega þessi leikur getur alveg fyrir 2-1 sko. Og undir 2-5 hjá Arsenal 2-5 þar. Undir Já, 5. Það er bara svo leiðilegt að setja heima á sér og býða eftir að koma ekki mörg. Það er ekki hægt. Það er bara svona geðsvöldur hjá mig sem að geta það. Þetta er bara málega. Þetta er, þú veist, ætlaðu þú að setja mig upp að blöða á fossinum? Kemst á fossinu? Ég er að vinna í. Nei, byrju, hvernig er staðan á því? Ég er í smá vesinni. Hvað er það að gera? Ég verð með smá, það var að vera með improv. Improv, hvað er það? Spunaleikur svona smá. Ég verð í svona smá. Byrju, það er Tindastól stjarnan 18-15, það er Bayern München PSG, stærsti fótboltaleikur ársins kl. 19, svo Grindavík og Valur 2015 og þú ert með hvað, spuna í leikhúsi hvað sagður þið? Já, hann er að fara með spuna leikrit. Þetta verður geggjað, það verður þetta geggjað, mæli með allir mæti á það og hafið gaman heim. Það er akkurat ekki einn maður að fara að mæta á það sko. Hjá mig, glindir þú kórónunni heima? Þetta var leikskóla að teka Hjálmari bara til að heilla dömunar, sjá mig gegnum það, en hjá mig lagið vinnur með Ingo og spilaði lagið og fæði svona æfisunni upp, það er alltaf að gerast í þessu stjatti maður. En Blöð er að fara á völlin á krókinn á morgun, hann lætur sjá leik 5. Ég er búin að taka 2 leiki í úrslitakefni, hann er ekki búin að taka neitt. Nei. Hann er kannski ágætt að hann mæti þangað og hann er að fara þangað. Ég tek yfir forsinn á morgun. Þeir eru duglegir að sína það líka í sjónvarpinu, þannig að það vart í stúkunni. Já, það var mjög fyndið, þú varst sýndur í stúkunni. Það var ég og Gugga og Kristján Frosta. Já, en það var svolítið gaman að því að þú varst þarna með einhverjum gaur hliðina, þeir þekkti ekki neitt. Og þú talar og hann var ekkert hvað það var eitthvað skrítið því ég var ekkert að tala við Jú, það var ekkert að hlusta á þig því þú sass bara hann og varst bara að tala Var ég ekki bara að tala þig sjálf Það var svo heitt að inn, ég er ekki að grínast ég var ekki með sjálf Hérna færi nú, Jóluður Sveit segir þetta frænda spolla, býtu er þetta bolli í mækarabúning Mækar er búin að vera velfaglegur í dag segir hann, já, þú ert búin að vera velfaglegur Það eins og segja, orkan breytist aðeins þegar krakkan er ekki. Herðu, sjáu þið þetta, hérna er CLBB áhættustýring. Champions League Betbuilder áhættustýring. Og þetta er svona bæðileg skora. Yfir 3,5, yfir 6,5, yfir 2,5 spjöld. Arsenal, yfir 0,5 marka. Eitt mark bara. Bara 1 mark, yfir 6,5 hotspinnur. Og yfir 2,5 Þetta er alveg skemmtilegt, ég tek þetta það sé ekki hárstuður, það er bara skemmtilegt Nei, það er ekki alltaf að vera að sprengja bankan í stuðum Það er ekkit máli Svona áhættustýring Það má allra skynsamur Það er ekki fín mynd, Mækari? Geðveik mynd
Þetta er geggjuminn, geggjum. Þetta er bara svona, þetta geta alveg verið í meistaradeildinni. Ég held þetta sé á tímabilinu sem ég þurfti að spila sko með Albert Watson og eitthvað í vörninni sko. Þetta er eitthvað svona 2017. Dr. Watson. Eitthvað svona sem var algjört klúður sko. Hvaða meistari var það eftir? Komið svo mikið eitthvað svona lélugum útlendingum í Káa. Þetta er í öll lið svo sem en Ég man bara eftir leik því ég var í þessum búning var að spila um þetta afturöld eitthvað Prísisson og Albert Watson var eitthvað að skamma mig og það var verið að kloppa hann á 5 mínútna fresti. Síðustu 15 ár útlendingar og Káar hafa bara ekki verið að virka. Nei, það er eitt sem skilur ekki alveg eitt sem segir hérna sko Eiður Gunnar sem segir áhættustýring og það er 3,1 stuðul er það rosalega áhætt. Nei, þetta er áhættustýring. Já, við erum að stýra það er að stýra áhættinu sko. Þannig að það er og lítil á þetta. Ekki það í bankanum. Þetta virkar öðruvísi. Komum nú eitt svona gilseðil 40 pluss stuðul sem dettur. Sko, talandi um það. Þetta er blöð special. Já, frá mér. Þetta er blöð special frá Sindra. Þetta blöður ekki þættinum. En þetta er samt 20. Þetta er bara góður seðil. Þetta getur alveg farið jafntefli på þessi leik. PSG þarf ekkert að vinna, þeir eru yfir. Það getur farið jafntefli. Þú veist, Arsenal Atletico og jafntefli. Ég Atletico var alveg til að fara í framlengingu og vít og það er það sem þeir munu spila upp á. Já, þannig að þetta er góður 20,75. Þetta er mjög sniðut. En svo er, strákar, þetta er meistaradeildin. Við náðum að klára hana. Við erum sammála um þetta. Endan, hverju spila úrslitaleikin? Ég get ekki sagt Arsenal. Ég er að vona að vera Atletico Madrid. En það segir mér að það verði Bayern München Atletico Madrid. Ég hugsa að Bayern München vinni bara PSG. Bayern München Atletico Madrid. Ég segi Bayern München Arsenal. Ég er eiginlega viss um það. Ég er sammála með mækarnum og ég held að Bayern vinni meistaradeildina. Já, ég held að líka og Arsenal vinni ensku deildina og þeir geta farið sáttir út í sumarið. Já, það verður vont fyrir mig þá því að ég mun skulda Danna Óla 200 skall. Ég gerum veðmáli 8 ljósastunum. Ef Bayern vinnur meistaradeildina þá fær hann 200.000. Ef eitthvað annar lið vinnur þá fær ég 200.000. Já. Hann hefur svo mikla trú á Bayern, Danni. Já, Danni, hann veit sitt og lítið um þetta, sitt og mikið. Já. Hann er klókur. Herðu, þetta var áttalega. Já, þetta var áttalega. Sko, klókur að veða á Bayern, er ekki með neitt lið. Já, það var vel gert. Sko, strákar, það er svakalegu föstudagur. Það er bestadeildin. Hvernig, má ég sjá þetta aðeins aftur? Hvað er margir? Er allir leikir á föstu? Nei. Það er einn á sunnudaginn. Ég veit ekki hvað þeir að gera á sunnudaginn. Káa spilið bara á föstudaginn líka. Já, það er bara lögadaginn. Og sjá, 3, já. Þetta er geðveikt. Geðveik og föstudagur. Þetta er svona, og þetta er líka eftir 2 vikur. Þá er líka spilað á föstudegi, heil umferð eða 5 leikir eða eitthvað. Sindri. Káa sé aðeins að vakna þessu. Já, þeir eru aðeins að fatta þetta. Sindri, ef þú þyrftir að taka bara 1 á þessa leiki, bara Gilstæl. Já, ég er náttúrulega búin að setja inn mína seðla, Gilstæl, þú veist, þeir komur og eftir. Eru með seðlinn? Getur við séðan? Já. Gilstæl. Já, þú veist. Þetta er kallað Gilstæl. Þetta var kallað, það er búið, það er partí. Sko, ég er með reynda með 3, komið með stærstu, komið með hennar stærsta. Sko, ég þurfti að fá leyfi í morgun til að birta þessa seðla. Að stærri seðlinn er 461 í stuðul. Það er bara að því að skora alltaf bæði lið í þessari deild. Já, nema Þór skorar ekki. Það er að skora alltaf bæði lið. Þú getur alveg nikka honum inn eftir fasta leika. Já, þannig við pikkum bara vinnara og bæði lið skora í öllum leikjunum. KR og bæði, Víkingur og bæði, Valur vinnur fram, þeir bara koma reiðir hann inn og hemmi vera að kýla ykkur að menni í þundina. Breiðablik vinnur, Káa vinnur og Ía vinnur og bæði lið skora í öllum. 461 í stuðul. Ef mennur hrætti við Val, þá getur það farið vinstra megin í stóra sem bæði lið skora og yfir 2,5 þar en allt annað óbreytt. Bíddu, bæði lið skora og yfir 2,5 og Freldi marka. Já, fram Valur. Já, hittir ekki yfir. Af því að margir munur að segja framtaki Val sko. Já. Þannig að hann er bara búið að stuðullin búin að hríðlækka niður 146 fyrir þá sem vilja aðeins minni á þetta. Já, en þú ert ná báðum seðlunum Víkingur og Já. Það er þetta að breyta því líka. Já, ég menn vilja taka svona, þú veist, þá myndi ég breyta því frekar í Víkingur og over 2.5. Já, emitt. En Gilsen reið á vaði með svona stóra seðla og maður verður alltaf að bera virðingu fyrir því. Hann neldi á 44 og 32. Þekking. Vitneskja og lærdóm. Sumir segja góma seðlar. Algjörur góma seðlar. En ég er satt gaman að þessu. Það er eiginlega vonmest að setja ekki 10 € á þetta sko. Þetta er bara skemmtilegt. Já, þetta er mjög skemmtilegt og alltaf 10 € á stærri seðlar. Já, ég menna mál er að öll liðin deildir geta skora og það er rosalega mikið af mörgum. Það er rosalega lélegu varnarleikur hjá mjög mörgum liðum. Benedikt Gröndal segir hjá mig klappaði nú Sindri á baki við þessa. Ég var að viðurkenna, þetta er gott. Þetta er mjög gott. En sko, strákar, ef við förum að stutt bara ef við þyrftum að setja 1 merki á þessa leiki
bara fengið að sjá það mækari og fengið að setja 1 merki bara á alla þessa leiki Þá setjum Víkingur vinnu Þór Já, byrjum á því Það vinna Þór Þórsarnir þurfa aðeins að vera endurskipuleggja sinn leik núna eftir þessi hræðilegu meiðsli á besta manninu þeirra Þannig að það mun taka smá tíma Já, hann búin á því, Víkingar, sigur Já, ég sé bara ekkert annað Nei, hann ekki vera fram Valur Þarna myndi ég fara í X2 Hún fari í X2 Þetta 1 merki á alla leikina Tvöfaldmerki Já, ég leifi það Ég ætla að leifa þetta 1.85 Þetta er mjög góð stuð Fyrir mig þennan í að Keflavík Já, ég 1 merki, ég skal taka 1 Það má alltaf vera 2, það er alltaf leið Nei, ég setja í að vinna þennan Fyrst er náða að klára stjörnuna Þetta verður að á grasi eða hvað ekki? Já, lítur það Stjarnan K.R. K.R. vinnur stjörnuna Svo spila K.R. aftur stjörnuna bara í byggarnum Já, á miðvikudaginn Breiðablik, það var reyndar 1,7 það kom inn 1,57 Já, eðlilega, þetta var 1,07 Breiðablik vinnur að fá Já Var þetta ekki komið þá? Nei, síðast Svo er sunnudagsleikurinn K.A. vinnur IBF Það er svolítið Já, síðan bara ekkert mál að sleppa Þú getur, Ég segi bara, ég veit það Þetta er búið að vera svona En málið ef þið sleppið Skaganum, takkið það bara út ég veit það, og sleppið framvalur við veit að þetta er ekki tári stöður þá jú, 5,49 100% Hvað klikkar á það? Það sem gæti klikkað þarna Ekki neitt Kannski bara Káan á ekki að skora Káa vinnur alltaf Ég held það líka Þeir unnu Þór, þeir vinn IBF á 3-4 Stjarnan Káar, Stjarnan tapir bara ennum leiknum Já, þeir eru bara heppnir Þeir tapir ekki með 3-4 mörg Ég fer stakt á mínus 2,5 Káar sko Það er svoleiðis Ég er ekki bara Káar að fara að vinna báða þessa leiki í deildina byggjandum og Jökull verður látið fara Ég meina Káar er bara með svo miklu betra liðin Sko, tökum leikin í fyrra Það var leikur í fyrra á Káaröllunum sem var mesta rán sögunar þegar Káar tapar í stjörnun 1-2 þá það var 10-1 fyrir Káar í hálfleik og það var bara stjörnum sem mitt í hálfleik og bara wow, hvað er í gangi svo bara vinnu Stjarnarleikin og í fyrri leiknum þá skora Stjarnar 3 mörk á þessi 10 mínútonum Káar er alveg svoandi, svo fara þær ekki við miðju en þeir tapa báðan leikjunum fyrir þeim það er bara ótrúlegt, það getur allt gerst En nú varst þú í stúkunni hana í körfunni, hvað var Stjörnum að segja fótboltan? Ég var náttúrulega á fótboltaleiknum líka Stjörnuleiknum þeir eru bara mjög ósáttir þeir bara hrista hausinn þeir hrista hausinn yfir því að Jökull sé að reyna að spila fótbolta eins og Óskar sem hann getur ekki gert að þeir er ekki jafn góð þjálfari og málega það og varnamenni sem hann er að spila með að þeir eru ekki varnamenn þannig að þessir 4 5,79 Eitt samt sko Sindri eitt samt að ég sá stæluna þér þannig að varst ekki með Sindri besta sjáu hérna, þessi eitt samt að 17,57 við vorum að tala um þetta en okkur ætti að vinna Keflavík Já, ég segi, það er hægt að sleppa honum ég er svolítið hræddur við þennan leik Já, ég líka Ég held að Keflingar, ég sá spjallið þeir voru að benda á þetta Ég held að sé mögulega bara út af því að vann stjörnuna og það léttir á þeim en það er erfiður leikur en það er 1,73 svo vitum við ekki hvað hann er heldur Nei, nákvæmlega, en ég menna þú veist Gísli Eyjóls Já, Keflavík er ekkit slakar en ég er bara heima allir en það, ef við ætla að fara vel glaðar en í helgina þá tæk ég bara 5,79 sem er 100% Já, það er ekki 100%, það er 200% Gabriel Pétursson segir Július Sveinn, hann er aldrei verið faglegur Hjami knows ball, segir Július Sveinn á móti Gummi G er þetta að fá veðmæli áskrift K.R. both team to score yes í hverju viku það er svakalegt þetta er alveg fýtsiðið, Sindri besta þetta er alveg fýtsiðið og það er að detta þannig núna í þessari bestu deild svolítið þannig að þið eru bara að sjá gríðalega getumun á liðunum og ég held að veðmáli síður heimsins sé ekkert hoppandi glaðar með bestu deildina það er ekki fræðilegu möguleiki voru erfið fyrst umferð fyrir og það virðist vera svona önnur hver umferð sem er bara Víkingur ég meina, Víkingur og Breiðablikur að heima ætla móti FH og Þór það eru eiginlega engar líkur á að Víkingur og Breiðablikur vinna ekki þessa leiki sko. Það er 1,26 og Víkingur vinna leiki það eru líkunar, það eru eiginlega engar og Víkingar vinna eflaust með 2 mörgum sko. Það er vonandi að gera Sigurðskvölds eitthvað óvænt Strákar, þá förum við höldum áfram östutt strákar yfir í enska við ætlum bara östutt að taka getum við séð sko, það er náttúrulega ekki enski strax en getum við, eru móta veðmál ennþá? Já, sannlega kom ég 1,27 Má ég sjá? 1,27? Já Wow Sjáu þetta? Sér svo eftir að ekki tekja á 2 daginn í slefti Já, þú talar það En sjáu þess að City er á 4-2
Já, því það bara 3 leikir eftir og Arsenal, einn af þeim í Arsenal Burnley á heimavelli og svo markatala líka. En ég með sportsbókin líka að segja að Tottenham bara sé på að bjarga sig það segja vestan það bara rosalega, ég ætla ekki að vera leiðilegur og vera eitthvað Tottenham specialist hérna en það rosalega andi í liðinu. Sá hennar Villa-leik? Já, ég sá það var rosalega. Móti varaliðinu á Villa? Varaliðinu, það var fínt lið hjá Villa. Allt í lagi. Rodgers var þarna. Já, menn með hausinn í Evrópu. Já, og þekki það um hausinn í raskatinn á sér. Kjammi þekki það. Tottenham Leeds alveg líklegir til að mæta á Tottenham Stadium á mánudaginn og vinna Tottenham. Nei, ég get alveg garantí að vinna þar. Þeir bara komin í sullið og bara komin að loka hófið hjá Leeds sko. Hversu lélir Chelsea samt? Það bara svakalegt. Herðu, og hversu gaman að það var leik klukkan 2 á mánuði. Já, það var rosalega. Já, sjálfsög. Það var ákvæmlega lélir. Það tók sér aðeins frá fyrir vinnunni bara þarna. Bara fór bara strax. Tókst þrekhjólið og eitt leik. Allar hjammi að klára fantasy draft. Ég nú reyndar í vesinni þar, ég skal viðkynna það. En ég geti lent í öðru á 3. sæti. Ég tek því, 2 deildum. Ég playa þessu neðri Englandsseðil sárvantar pening sko. Ég var að skoða ég var þetta neðri deildir hvenær byrja að playa á sig? Það var í gær í utandeildinni en sko og svolítið gáðan að fylgjast með því sko en við ætlum að fara að byrja á því að fara fyrst í Euroleague og það rosalega leikir á 5. rosalega leikir Aston Villa, Nottingham Forest leiðir 1-0 eftir fyrirleikin bæði lið spiluðu núna á sunnudag og mánudag og það voru alveg snaröfu úrslit. Já, Nottingham Forest bara helvið öflugir. Já, en sko Emery, þið voru að tala um á hann þegar með varaliða á móti Tottenham. Hann búinn að vera eitthvað svona kvíla og bíða. Þarna verður hann bara að fara að sækja þetta sigurs. Þetta bara leikur sem að þeir þurfa að spila góðan fótbolta og sækja og gera eitthvað sko. Og bæði þessi lið með rosalega nostalgíu að hafa unnið Evrópu sko, þannig að þú veist, þau eru alveg, þetta svo mikið fyrir þau. Og það lýsir vinnu. Nottingham Forest bara, ef það ná jafntefli í þessu leik, þá eru trúlega að fara í meistar til Evrópu. Ég að segja ykkur, það lýsir vinnur að leik, það áfram, það eiginlega bara að vinna. Hver að þjálfa Forest eftir? Braga og Freiburg, það svo sem var hjá Wolves, hann Pereira. Nei, Pereira. Ekki núna ekki Victor Pereira. Ég held að núna er hjá Vestam. Núna er Vestam. Ég held að Forest fari úrslitaleikin. Já, en þeir þurft að setja margar sinnum betri mönnum inn á núna undir Chelsea. Okkur þurftur að gera 3 lífur í hálfleik. Nei, bara leiðum að fá smá bolta í lappin. Hvað, Stafar? Þeir eru ekki fóru ekki vinnun í morgun, sko. Nei. Það er nú bara heima á sér og horfa á raunveruleika sjálf. Það er ekki verið að er ekki steipa í morgun, sko. Þú veist, því vorkinni mikið neitt að spila nokkra mínútur í fótbolti í gær. Bara betra fyrir þú. Ég held að Forest fari þarna og þá myndi Grikkin minn ekki Grikkin minn með Forest? Jú. Já, sem nú búið að gaggarina mikið búið að reka eitthvað 10 þjálfara. Hver hlæri þá síðast í bankun? Það er þinn maður. Akkurat, ef hann allt í í meistarabild og hann Evrópumeistari og búin að halda liðun uppi. Hann náttúrulega tók Morgan Gibbs White og leta hann skrifa nýja samning og var bara með byssu á bakkinn á honum. Hann var með byssu bara, skrifaði undir þetta vinnur. Þú veist, þá bara hann búin að sokka alla, sko. Fengi ykkur til að spá fyrir þennan leik? 1-1. Ég held að Forest ná jafntefli. Mjög góð spá, en ég held að Aston Villa fari áfram. Ég held að vinna þennan leik allavega 1-0. Aston Villa fari áfram, þeir eru alveg önduru með þetta. Forest áfram. Forest er að læra stunni. Ég er bara gaman að ósamála mæk. Stundum. Ok, fyrir með næsta leik og það er hinleikurinn Freiburg Braga. Hvernig gerðist þetta? Pældi að vera Nottingham Forest Aston Villa. Vita svo handa við hornið, er þetta sem býður? Samt getur Freiburg alveg unni Nottingham Forest, sko. En bara ég segi nú frekar, hvert eru Evrópukeppnir komnar þegar Freiburg Nottingham Forest eru að úrslita leikur, sko. Braga vann fyrirleikin 2-1. Þannig að þetta gæti actually verið bara Braga. Já, heimaðalli. Heimaleiki? Já, þetta er bara 50-50 líka. Ég meina liði 4. sæti í portugalsúrdeildinni notabenni er svona 19 stigum eftir 3. sætinu, þannig er ekki svona í klassa ég meina í gamla og þeir ekki klassa á Sporting Porto í gamla dag þetta voru líka 3 Evrópukeppnir þá var maður að horfa á United Barcelona í úrslitaleiki í Evrópukeppni bikarhafa og stóra Napoli Stuttgart í Evrópukeppni félagslega nú ertu með mögulega Braga Nottingham Forest hvert er heimurinn kom? Þau eru ekki að vera að hætta þessari góðgerðarstarfsemi En hvað segir þú Sindri, er þetta Freiburg Braga? Ég bara veit ekki það, mér er bara alveg saman. Já, ég er sammála Mike, en ég held að Freiburg fari í úrslitaleikin. Jú, mér er alveg saman. Þjóðverjar eru trilltir, ég var í Kölnum daginn og 70.000 manns á leik. Ég held líka að þeir fari í úrslitaleikin á heimavelli. Ég lendi því sko, það voru slagsmál á leiknum eftir leik, fólk bara skipst á höggum í stúkunni. Ég satt með Kölnfólki við hliðan á Leverkusen fólki, svo var ég sendurinn í lest eftir leik, bara labba hann í fyrstu lest ég sá
það læst okkur inn í henni klukkutíma og bara lögreglu fylgd og bara kyrt í útjaðar borgarinnar og hver einsta stoppi að því að með stuðnismenn Leverkusen lestinni börðu á gluggana og bara fokka á alla og bara og það átti bara að fara að slást. Veitu hvað sér? Þannig ég var fastur í lest bara í klukkutíma í svitabaði. Þjóðurinn eitthvað að vakna? Já, þjóðurinn rugglaður. Rugglaður. Rosalegt. Bara snitsel og bjór og slagsmál. Freiburg tekur þetta sig í spjallið, Evrópukeppnin misti valju eftir lið og Champa hætt að færast niður. Já, það er alveg góða punktur. Júfa að spá í breytingum á þessu systemi, þeir vilja meina að Evrópudeildin sé ekki jafn góð lengur út af deildabreytingum. Já, það þarf að breyta þessu, það þarf að hætta þessu. Sjáu þetta, Búlis var að henda þetta strákar, sjáu þetta, svona svolítið rýma við það sem vorum að tala Freiburg og jafntefli. Já, ég hef búin að vera með reglu, ég veit að þetta er þáttur sem vorum að tala einhverja stöður og svona, en ég setti mér eina reglu í haust, síðasta, ég örugglega brotið hana einhver tíman. Já, heldur þú? En já, kannski. 500 sinnum sannlega. Nei, en ég ekki brotið hana, og reglan er svo, ég bara læt sambandsdeildin og Evrópudeildin að vera. Já, við erum að fara í sambandsdeildin næst. Erum sambandsdeildin næst. Ég læti þetta vera, við erum búin að gera það í vetur. Þeir eru sambandskallabóðir. Nei, þeir eru ekki sambandskall. Þú er ekki í sambandi, það er kannski ágætt að láta vita því. Crystal Palace, þetta er náttúrulega bara búið þetta yfir, unnu fyrir leikinu og úti veitir 3-1. Þeir geta ekkert sjakta. Nei, Crystal Palace komið úrslitaleikin. En er ekki samt ágætlega að gefa 1.52 og því Crystal Palace er ekki að fara að leggjast bara eitthvað að lega að skora. Þeir vilja bara klára þetta með einu marki. Jó, þeir vinna. Þetta er 1.52 er fínt. Strasbourg, Raja Vallecano. Strasbourg er smá svona valkart. Það er staðan það. Það er 1-0 fyrir Raja Vallecano. Þetta er sama bara með Freiburg, þetta er algjörð 50-50. Ég voni þetta að vera Strasbourg Crystal Palace. Já, ég held að geta verið fýll leikur. Strasbourg er nefnilega að maður fara að kafa í, þeir eru mjög skemmtilega leikmenn. Ben Chilwell er í bakverðinum og hann Enciso er frammi sem var í Brighton og... Þetta bara, eins og ég segi, verður bara komið í ljós. Frábær orð. Ég held ég horfi nú frekar á úrslita leikinu Íslandsmeistaratitilinn í handbolta á 5. heldur en þetta sko. Þú það. Já, þú eru hvar á 5. Þá verður ég með partybingo með Rússu, Keiluhöllinni, allir velkonir, frýtt inn. Ok, ég ætla að segja að Strasbourg vinni þetta. Ég held að fara létt með Raja Vallecano. Þetta er fínt lið Strasbourg, eins og vorum að tala um. Þannig 1.85 finnst mér góðu stuðull á. Strákar, þá förum við næsta og við erum svo sannlega ekki að baki dottnir, þekkjum leikinn og það er Karvan, 8 leikir, báðir á miðvikudegi. Báðir á morgun, búið að vera 4 dagar, þess að 3 dagar á milli leikja, 3 heilir dagar á milli leikja svo far, svo allt í hennu fá bara Grindavík og Valur 1 dag núna, það fóru 3 í 1, þetta er mjög spes. Já, mér finnst það skrítið. Þetta var áhugavert. Mjög spes þessi leikið sig á föstudaginn. Það tindar svo stjarnar bara á 5. og hinn á föstudaginn. Þessi leikur ekki miklu jafnar en þetta, Magari? Nei. Þetta er svona. Svo erum við að tala um að þessi Sethly Day sé jafnvel ekki með heldur á stjörnunni sko. Hann meittist náttúrulega síðasta leik. Hann datt á hann. Sé bara jafnvel með crossbandslítið eða eitthvað. Og það er bara þannig að það er leðilegt en Blöð er að fara að sigla þessum Íslandsmeistaratitli í sig. Hann er búin að vinna einu sinni. Búin með dýrasta liði 10 ári í röð sko. Búin að vinna einu sinni. Tindastóll vinnur þetta og það er bara ekkert annað í stöðun held ég. Herðu, sáu þið, stók eitt hérna, gaman að ykkur svona, sáu þið heimavöllin hjá Raja Vallecano, fólkið borga miðan á staðnum en ekki á netinu, respekt frá mér. Ég var að gera haft það í oddsinni 100 € fyrir þetta. Þetta var góðu punktur, gaman að þessu. Þetta er svona, held ég svona skemmtilegt. En ok, ef þú þyrftir, það var 1.44. Hvað er komin eitthvað mínus á þetta? Já. Já, 1.44, ég myndi alveg treysta mér í mínus 6,5. Ég held að vinna á bara til dæluðulega. En já, 1.44, ég held að Tindastóll vinni. Og teka, Sindri, þú þekkir nú Karuna? Ekki eins vel á Mækar, en ég væri til að fá leikmannamarkaðan inn. Mér finnst alltaf skemmtilega að fara á stíin og það er ekki komið. Þá myndi ég henda mér á að mynda. Ég er búin að taka vel inn á Hjálmari vinni mínum í Val. Já, og Pétur setur alltaf eitthvað að þrista hana. Búin að taka Pétur 2 svar, allt í hennu koma með 12 stig síðast. Okkar maður, specialistinn, Matej Dalmey, hann er bara sammála mér. Hann segir Grindavík sigurvegari, vinni, Tindastóll mínus 6,5, vorst að tala um þetta. Hvor er specialist í þessu? Sindri. Ég eða Matej. Já, Matej er náttúrulega... Hann er þjálfari í efstu deild, ég er bara eitthvað komur út í bæ. Já, Matej þekkir þetta. En hann fylgir Mike. 4.51, en ég þekkir endur ekki þetta Breiðablik Sindri. Nei, ég myndi sleppa því. Það er 1-0 fyrir Sindra endaði ofar í deildinni, en Breiðablik verður náttúrulega að vinna þennan leik til að jafna, annars er þetta bara búið þótt að þetta sé upp í 3. Eru það bara allir sannfærir um að Grindavík og Tindastóll verði í úrslitum? Ég er sannfærir um það, ég er eiginlega sannfærir um að Tindastóll vinnur þá, já, þeir vinna á 3-1
klára þetta á heimaðall í 4. leik. Já, þetta áhugavert. Herru, sáuðu Grindavík val í gær? Það bara engin gæðis. Nei, sko, þetta var ekki nógu gott, það voru bara að segja að svo líka annað þessu öll serien. Ég verð að segja alveg svo að munurinn á orkustíðinu í þessu valsheimili og þarna hjá Stjörnunni og Tindastól, það bara Já, ég ætla nú líka að koma inn á eitt, sko. Og það verður eiginlega að setja þetta á HSI frekar en KKÍ. Í hvaða heimi þetta eru hugaður með FH Val í handbolta og Val Grindavík í körfubolta á sama tíma? Já. Ég vissi ekki eins og af þessu handboltaleik eða sjálfsér. Þú varst að horfa á utandeildina þarna play-offs að vera að byrja í gær. Þú ert náttúrulega ekki alveg í lagi, sko. En þetta var trublaður leikur í handboltaleikur, sko. Svakalegt. Og það er bullish. Já, Mike kallaði reynda Tindastól 6 í stöðul í stöðunni 2-0. Það var viðkynast. Þú þekkir nú það á móti Stjörnunni það ekki? Já, og það var örugglega meira eru Íslandsmeistarar. Það var örugglega 10. Strákar, ef við förum örstutt í það má ekki gleymast, það er hárrétt hjá okkur. Intermeistari í Ítalíu. Já. Það var nú alltaf klárt. Þeir eru búin að klára þetta fyrir svolítið síðan. Það er búin að gefa mér smá von í Rómaborg. Já, hörðu, þú flottur í gær. Fjónleika Það er alveg vonlausi 4 tína leið. En við erum að fá byssur inn, sko. Manu Kone komin aftur, nú er Dybala koma inn á í gær. Ef þeir hefði verið með núna eftir áramót, þá væri við alltaf í 3. sæti, sko, öðru að 3. sæti. En Juventus gerir náttúrulega jafntefli við Róna á heimavelli og AC Milan tapar fyrir Sassuolo, þannig að við erum ennþá í smá séns 3 árum fyrir eftir, hann er ekki mikill en hann er smá. Nei, ég er búin að gefa Júlur endalust þetta maður, get ég hvað menn er að tala um, það er Júlur búin að henda hann að hægri vinstri. Býtu hjá mig, ég er byrjaður í vinnu í átaki í Grafói. Byrja 20. með að ég mun aldrei sleppa þættir þess að veislu, hjartanstakir. Hjammi fann 100 € á þig, hjartanstakir, sumarstarfsmaður. Strákar. Hvað er NBA? Þú fórst ekki vel í nótt þar? Nei. Ertu ennþá að fagna sigrinum á naflanum? Shit, maður, það var rosa. Hvað sagði ég við þig fyrir leik í gær? Fyrir ykkur sem þekki ekki, þá fór 76 sló út Boston. Já, og naflinn trilltur. Við vorum að spjalla það. Trilltur, sko. Síðan hugsaði já, það hugsaði mig gott þegar glóðarinn ekki myndi nú standa vel í New York Knicks. 40 stigum. Já, hvað sagði ég fyrir leik á spjallinu okkar? Þú sagði það, þeir myndu valdi yfir þá. Já, ég sagði þeir valdi yfir ykkur í kvöld. Ég held að þeir myndu bara, en svo er hörkuleikur, þessi NBA úrslitakeppni, ég veit ekki hvað þetta er bara aldrei verið skemmtilega. Þetta er algjörlega stórkostlegt og vera að horfa á þetta í þessu NBA appi sem ég aldrei haft fyrir núna. Það er algjörlega frábært. En akkur eru leikir svona huge underdogs á móti OKC? Þeir eru bara yfirburða bestir, en mér finnst... Ég er með bettið. Já. Ég sagði í hamaði í dag, farið í mótaveðmál. Þetta er svolítið áhugavert sem hann komið í dag, þegar að sjá þetta. Hverju vinna mótið, Minnesota Timberwolves 40. Já. Við hefum þetta hérna staðfest og lögfest. Anthony Edwards kom inn óvænt í nótt, þeir unnu San Antonio í fyrsta leik útivelli. Já. Og þetta er bara fáralega vannmetilið og þeir geta alveg unnið Oklahoma, sko. Þeir geta alveg staðið með alla leikmennina heila. Svo getur bara einn meðstalt í Oklahoma, svo það gerist í öllum öðrum liðum bæði á Íslandi og í Bandaríkjunum. Þeir eru einalið, Tindastóll og Oklahoma eru einu liði sem missi ekki menn í meiðsli. En spyrjum að leikslöku, það er ekki búið, það geta fleiri meðst. Ég er svolítið spennt. Þetta er sem er rosalegu stuður. Já, ég er spenntu, en sjáu 76 þeir eru konið í 70 á deginum. Mínir menn. Tókst alltaf bara naflan og ég ætla ekki að nota orðið, sko, en skildi koma 3-1 undir með þetta lið. Það sá var lítill maður. Hann skipti verið í hafnaboltan, sko. Herri, kemur eitt hérna, Axel, hann segir ég sem Alex eða eitthvað, ég sem Juve maður, við erum alltaf að fara í tjampa því miður Róma taka 15 setin nema Milan haldi áfram að tapa leik. Já, ég er alveg sammála því. Þá tökum við 3. á Róma og mögulega 4. Nei, Róman er ekki topp 4 en Juventus og Milan hafa náttúrulega ekkert í meistaradeildinni að gera og ekki Róma heldur. Þess vegna það er bara að fækka liðan við meistaradeildinni. Þetta er áhugavert. Það verður geggjað að vera með Juventus og Milan í úrslitaleiki Evrópudeild, sko. 100%. Þetta er ekki búið fyrir mótið búið, segir eitt hérna á spjallinu. Ég er ánægð með þetta. Strákar, þetta er búið að geggjað. Takk hérlega fyrir... Já, við ætlum að snúa. Ég ætla að fá því, Sindri. Það er ekki 17 gæjar búin að koma í þetta sett og alltaf er Mike settur til liðar eða að snúa þessu hjól. Early win, epic early win, þú ætlar að snúa hjólinu. Og hvað vil ég fá? Við vildum Þór daginn og hann fekk Þór, Býtu, hvernig voru leikirnir? Það er bara fullt af leikjum. Já, ég er bara að spá í Ég spá að FH kemst óvænt yfir í Kópavoginum og til Breiðablik. Vilt fá FH? Já. Hann vil fá FH, ég verði til í að fá Stjörnuna. FH. Hvað myndu að Þetta var þetta skrýtnasta stopp sem ég veit um. Er Danni Ólafsson aftan? En er þetta ekki FH? Jú, þetta er FH.
rétt hangir á þessu. Hangir á þessu. Þetta rosa. Hún þorði ekki öðru að ég sagði Nei, þetta bara, Danni bara með... RFA. Það er alltaf góður stuðull og það. Útivöllum átti Breiðablik. Þetta ekki ekki að. Epic Early. Það er gaman að þessu. Stemming. Hvenær erum við næst? K.R. Vó geðvegt. Þetta rosalega. Strákar, takk ykkur kjallaði fyrir að koma. Og geggja að fá okkur inn á virkun degi í hádeginu. Við verum aftur á laugardaginn. Og þá verður svona svolítið, öðru sér line-up, það verður svolítið skemmtilegt. Nú? Já, ég þarf að skjótast þess. Hvað ætlar að vera í búning? Nei, ég er að fyrir austan. Ég verður fyrir austan. Strákar, er þetta í lagi? Sindri ætlar að mæta, Mækar ætlar að mæta, Naflin ætlar að mæta og svo verður ykkur einn. Strákar, hef ég einhvern tímann klikkað á þætti þegar ég er á landinu? Hvað heldur að máli skipti það? Vittleysi skákar er þetta. Það er bingo fyrir austan. Já, sé ykkur sjáum ykkur ekki á laugardaginn. Við verðum á laugardaginn, ég verð ekki. Já, ég tek bara stjórnin á þessu þætti. Það er ekkert þess.